Ég bara koma tilbaka úr fríi. Fyrstu börnin að koma inn með blóða niðurgang. Foreldrarnir klárlega í áfalli. Fljótlega fara að bætast við fleiri börn með sambærileg einkenni og þá fer svona vakna grunnur að þetta sé ekki eitthvað eitt einstakt heldur í raun og veru á miklu stærri skala en það. Áttu maður að vera með 10 hjúkrunarfræðinga á vakt eða duðu 5 maður þurfti bara svolítið að spilda eftir eyranu. Það rosa erfitt að útskýra fyrir 2 ára gömlu barni að það þurfa að stinga það mörg sinnum Og þau eru bara skítrædd eftir eitt og skipti Það bara hjálpar rosalega hvað þetta þéttur hópur á barnaspítalanum. Maður má ekki bugast. Já, þetta byrjar raun og veru með því að það kemur barn hérna sem með þá einkenni sem gæti passa við bakteríusýkingu í meltingaveginum sem að hegða sér yfirleitt aðeins öðruvísi en þessar hefðbundnu pestir og kemur ljós að með þessa bakteríu, þessa E. coli bakteríu sem líka þannig að hún framleiðir sérstakt eiturefni að auki. Þessi smit eru oftast fæðuborin, þannig að þegar að fara að koma fleiri en 1 og fleiri 2 börn á sama leikskólanum að þá svona fara að hringja viðvörunarbjöllur þegar einstaklingar sýkjast af þessari bakteríu og sérstaklega ung börn að þá talsverð hætta á þessum fylgikvillum þessara sýkinga því að það raunverulega það sem að gera börnin veik og það verður þá þannig að það hefur áhrif á blóðstorkukerfið og smæstu æðar líkamans sem að aftur geta valdið einkennum í öðrum líffærum, þar meðal nýrum, í miðtaugakerfi og svo framvegis. Við vitum hvað þetta eru mörg börn sem voru á þessum leikskóla og við förum að undirbúa að við gætum fengið þau öll eða bara örfá. Maður veit ekkert hvað margir munu koma. Ákveðum við að opna hér á dagdeildinni móttöku fyrir þessa krakka sem þurfa að koma inn í eftirlit. Þetta eru krakkar sem eru búin að skila sýnum, eru með jákvæð sýni og eftirliti felst í blóðprufum og þvagprufum. Í lok dags kemur í ljós að þetta ekki að virka alveg nógu vel og við endurskoðum verkferðlan okkar og ákveðum að á föstudeginum ætlum við að taka á móti þessum krökkum niður á bráðamóttöku. Og það var alltaf að bætast í fleiri og fleiri og þá helgi bættust bara í endalaust af börnum. Og það fer bara ferli í gang hjá okkur hvernig við ætlum að bregðast við þessu og eigum von og það eru alltaf yfir 120 börn á þessum leikskóla þannig að við vissum ekkert alveg hverju við ættum von á en það var bara strax farið að vinna í því að gera gæðaskjal og ferla hvernig, þannig við værum bara öll að gangi takt. Við fórum bara mjög fljótt í það, þetta eru þau börn sem eru útsett og hafa fengið einkenni og þau þurfa að koma í gegnum bara mjög þétt og velskipulagt prógram hér á barnaspítalanum. Það sem þarf að taka blóðprufur og gefa vökva í æð með mjög reglulegu millibili og ef það eru merki þessi eitrunar áhrif bakteríunar þá þurfa þau að leggjast inn. Þegar búið að vera staðfesta smit þá þarf að taka blóðprufur 2. til 3. hvern dag upp að 10 dögum og svo ein viðbótar blóðprufa á 15. degi og hópurinn telur af þeim sem fengu einkenni nálægt 50 börnum. Þannig að við getum ímyndað ykkur fjöldan sem þarf að koma hér í gegnum bráðamóttökuna yfir þetta 2-3 vikna tímabil. Á tímabili voru kannski 10 upp í 15 börn á bráðamóttökunni að fá vökva og svo allt hitt sem kemur venjulega til okkar. Vegna þess hvað þetta eru mörg börn öll á sama tíma að þá kostaði það alveg gríðarlegt skipulag, það kostaði gríðarlega samheldni starfsfólks og það er starfsfólk bráðamóttöku, hjúkrunarfræðingar, námslæknar, sérfræðingar, sjúkraliðar, það er legudeildin, það er dagdeildin, það er gjörgæslan og í þessu þá bara tóku allir höndum saman og það gekk alveg ótrúlega vel. Starfsfólkið er alveg einstaklega útsjónarsamt við stækkum og minnkum deildin og breytum henni bara eins og þörf krefur hverju sinni Fólk veit að við verðum að leysa þetta verkefni. Það er engin önnur leið en það gerir það líka með bros á vör. Það er allir tilbúnir að leggja hjarta sitt í þetta
þetta bara valinn maður í hverju rúmi, sko. Þetta svolítið annarkvort getur hugsað að vinna með börnum eða þú vilt hvergi vera nærri þeim og þeir sem eru hérna hjá okkur á Barnaspítalanum, þetta bara okkur fólki sem að bara svolítið svona á stríðu, sko, því þetta náttúrulega mjög krefjandi að vera bara með frá 0 upp í 18 ára og þú með foreldra, ömmur og afa og frængur og sískinni og bara þetta rosa stór pakki sem þú átt að fá í hendurnar hérna, sko. Þannig að þetta bara einstakar hópur.